Jæja, þá er ég live. Ég ætla þá að taka annan fyrirlestur og það er þá kafli 14.2. Þar er verið að tala hvarfhraðann, þessi hvarfhraði sem hefur eininguna vaff alveg svo fyrir metrar á sekúndu eða kílómetrar á klukkustund í eðlisfræði, nema hérna erum við að tala breytingu á mólstyrk á tímaeiningu. Og í stuttu máli, ef maður skoðar aðeins hvernig hvarfhraði er skoðaður, þá er ein aðferð og svona kannski einfaldasta aðferðin allavega svona að sýna, þó sem kannski ekki endilega auðvelt í framkvæmd. Það er ef að við erum með tilraun í gangi og við erum að fylgjast annars vegar með tíma, blöndum einhverjum efnum saman og fylgjum sér með hvernig styrkurinn breytist, og í öðru lagi erum við að skoða mólstyrk hvarfefnis og það er þá mólstyrkur. Og ég ætla að tala efnahvarfið A plus B, þetta séu sem sagt tvö hvarfefni sem eru þá að reka saman. Í glósunum er þetta bara A sem að verður að B, en ég ætla að vera með tvö að því að við erum nýbúin að vera að tala þessa árekstra og svo myndast þetta myndefni C og alls þar erum við bara með einn á móti einum á móti einum, þannig að við förum að geta flækja þetta með mismunandi stöðurum strax. Síðan byrjar mælingin og það er sem sagt í upphafi sem við segjum að sé 0 sekúndur, þá blöndum við saman þessum tveimur hvarfefnum og þau byrja að hvarfast og þá náttúrulega eyðast hvarfefni en myndefni myndast. Þannig að við getum sagt ég ætla nú kannski að setja bara annan lit myndefnið og við erum að skoða hvernig styrkurinn breytist annars vegar á myndefni og hins vegar á hvarfefni. Þetta er mólstyrkur líka. Og þá er það náttúrulega alltaf þannig að við 0 sekúndur þá erum við með upphafsstyrk af A sem að væri þá 1 mólar. Síðan erum við með eitthvað upphafsstyrk af B sem að við erum ekki að skoða hér í þessu dæmi. En á sama tíma þá erum ekki búið að myndast neitt myndefni. Þannig að við erum bara með 0 mólarstyrk af því. Við 20 sekúndur, þegar 20 sekúndur eru liðnar, þá er tekið sýni, einhvern veginn hvarfið stoppað, sýni tekið og skoðað, ok, hvað er núna mörg mól á lítra af þessu hvarfefni? Og þá kemur í ljós að það er búið að eyðast af því 0,46 mólarstyrkur, af því það er bara eftir 0,54 mólarstyrkur. Og við 40 sekúndur, þá er búið að minnka ennþá meira hvarfefni. Þá er þess að komið niður í 0,30 mólar. Á sama tíma er þá alltaf að myndast myndefnið C. Þannig að það var 0, en eftir að það eyddist 0,46 mólar styrkur af þessu, þá er styrkur af þessu búin að auka sig því nemur. Þannig að hérna erum við 0,46 mólar. Til samans er þetta þá 1 mólar. Og síðan erum við með að við 40 sekúndur erum við komið með 0,70 mólarstyrk af myndefni. Og þetta og síðan getur þetta haldið áfram í klukkutíma eða eitthvað slíkt og fylgst með, en það er nóg að hafa þessa 3 punkta til að skoða hvernig svona hvarfhraði er skoðaður, hvernig hann breytist eftir þess að líður á efnahvarf. Og þetta er svo teiknað upp í graf, þar sem að við erum með styrkinn af A, þess að hvarfefninu, og síðan erum við líka með styrkinn af C, og þetta er í einingunni mólar, og svo erum við með exásen, þar erum við með T, og það eru sekúndur. Þannig að erum við með tíman, byrjum í 0 sekúndum, síðan fyrir við 20 sekúndur,
40 sekúndur og svo erum við með hérna 0 og upp í 1 mólar hérna, þannig ég segi bara 0,5 mólar og 1 mólar, án þess að þetta sé neitt algjörlega fullkominn skali. Og ég ætla núna að plotta inn x versus y eða tími á móti styrk og byrjum á því að setja inn hérna fyrir hvarfefnið og þá á sekúndu 0 þá erum við með 1 mólar styrk. Þegar við erum komin í 20 sekúndur þá erum við komin í hérna 0,54, sem sagt hérna rétt fyrir ofan 0,5 og í 40 sekúndum erum við í 0,3 sem að væri einhvers staðar hérna. Þannig að hérna erum við að fá feril sem lítur einhvern veginn svona út. Og svona alltaf þessir ferlar fyrir eyðingu á hérna hvarfefnum, ef ég teikna bara svona grófan feril hér, þá erum við að byrja með mesta styrk og svo hraðinn mestur í upphafi og svo minnkar hann og svo náum við einhverju jafnvægi í lokin. Og það hérna, og þetta hérna í rauninni hraðinn, þegar við erum að tala hérna, sem sagt að við erum að tala mólstyrk á móti tíma, að það í rauninni það sem að hraði. Þannig að við erum að skoða sérst hvernig hraði efnahvassins breytist í rauninni út frá þessum hérna ferli. Ef að við hins vegar setjum inn hérna punktana fyrir myndefnið, þá erum við hérna bara, í byrjun ekki neitt af því. Í 20 sekúndum erum við komið upp í 0,46 sem þá hérna og þetta eru algjörlega samhverfir ferlar. Af því að við erum með 1 á móti 1 þá myndast hérna myndefnið alltaf jafn hratt á hverjum stað í hvarfinu eins og að hvarfefnið að eyðast. Og svo erum við hérna í 40 sekúndum erum við komin upp í 0,70 sem var þá kannski einhvers staðar. Og sjá hér. Og hérna fáum við þá hérna línurit á móti sem að myndi vera einhvern veginn svona. Og svo það þannig að á endanum þá erum við komin í eitthvað hérna svona fast sem að í rauninni bara að efnahvarfið búið að ná jafnvægi. Þá erum við í rauninni farin að fá þessa hérna jafnvægisörvar fram og tilbaka. Af því hérna erum við ekkert að lýsa 100% hvarfi. En nóg það að hérna þegar við erum að skoða hraðann, þá erum við að skoða breytinguna með tíma og við erum með tvær tegundir af hröðum sem að við skoðum. Annars vegar það meðalhraði og þá það hver meðalhraðinn á hvarfinu á þessu tímabili, 0 til 20 sekúndur. Svo fyrstu 20 sekúndurnar, hver meðalhraðinn? Það vitum við sem sagt að hraðinn var mestur í upphafi, svo orðinn minni hérna í 20 sekúndum og hann minnkar náttúrulega, það alltaf minna og minna af hvarfefnum sem að reka saman eftir þessi styrkur minnkar. Þannig að eðlilega fækkar árekstrum og hvarfhraði minnkar. Síðan hérna erum við með augnablikshraða og þá það spurningin hver hraðinn akkúrat í 0 sekúndum eða akkúrat í 20 sekúndum. Þannig að við erum með 2 hraðatýpur sem ég ætla svo að fara í og það sem sagt að við erum með meðalhraða og þá það sem sagt hérna getum merki gefið það vaff og svona strik fyrir ofan sem þýðir að það meðalhraði og það þá sem sagt hraðinn hérna meðalhraði milli 2 punkta. Það sem sagt milli 2 punkta til dæmis gætu við verið að tala 0 og 20 sekúndur. Til dæmis á milli 0 sekúndur og 20 sekúndur.
Hérna og í rauninni það sem við gerum hérna að skoða hversu mikið breytist tíminn, hversu mikið breytist hraðinn og síðan ætla ég að skrifa hérna fyrir ofan. Sem sagt það seinna sem við skoðum, það er augnablikkshraði sem venjulega nú meira áhugi á. Augnablikkshraði. Og hérna erum við að tala hraða í ákveðnum tímapunkti. Til dæmis í 0 sekúndum og það er þá það sem við kallum upphafshraði. Og hann er gjarnan táknaður með vaff 0, af því 0 þýðir bara t er sama sem 0. Upphafshraði eða í 20 sekúndum. Sem væri þá einhver hraði þá í miðju efnahvarfinu eða eftir að það farið á stað. Það sem er alltaf áhugaverðast er upphafshraði þegar við erum með fulla styrki, upphafsstyrki af hvarfefnum og sjáum bara hver er hraðið þegar efnahvarfið fer í gang. Og það er það sem við reyndum að gera í tilrauninni, þetta jóðklukkunni. Þið voruð að bíða eftir að þið blöndu saman hvarfefnunum og bíða eftir að lausnin er í blá, að þá vorum við að finna upphafshraða þó hann væri reyndar teygðist alveg frá 1 mínútu upp í 10 mínútur, þannig að þetta var svona kannski ekki alveg fullkomin upphafshraði, en þá vorum við að skoða hvernig á hversu löngu tíma einhver ákveðinn styrkur af hvarfefni kláraðist í hvarfinu. Og svo var lausnin blá þegar hann var búinn. Það sem við erum alltaf með þegar við erum að skoða meðalhraða eða augnablikkshraða, þá erum við alltaf með sömu jöfnuna. Og það er jafnan, og kannski maður þurfa að setja einhvern annan lit á það, að við erum með að hraði vaff er sama sem eyðingin, af því að auðvitað er alltaf að eyðast hvarfefni. Þannig að við setjum mínus fyrir framan þegar við erum að tala eyðing á A, að það er það eyðingin á A sem þýðir í rauninni breyting á styrk af þessu hvarfefni A á einhverja tímaeiningu, delta T. Og við notum þetta, það er alveg jafnt sem að við erum að nota þetta bæði fyrir meðalhraða og augnablikkshraða. Þá er þetta undirstöðu jafnan. Þar sem að þetta er hraði eyðingar og hraði eyðingar er neikvæður af því að það er að eyðast. En hraði efnahvarfsins er alltaf jákvæður. Og að þetta er sama sem plús og þá er það myndunarhraði myndarnis. Þannig er styrkurinn að aukast, þá er þetta sama og plús delta C, delta T. Það er breyting á styrk á móti breytingu á tíma. Og fyrir meðalhraðan, þá erum við til dæmis bara að skoða hver er breytingin á styrknum á A á milli þessara tveggja punkta. Ef við erum að fara frá 0 og upp í 20 sekúndur, þá breytist styrkurinn frá 1 niður í 0,54 mólar og við getum fundið þetta út með því að setja þessi gildi inn. Það er spurning hvað ég get strokað út kannski ég fái bara að stroka út grafið. En nú er það náttúrulega þannig að ég get svo sem strokað út hvað sem og þeir getur bara sett á pásu ef að þið hafið eitthvað ætlað að skrifa þetta niður.
En ég ætla að taka, ég er svo tímir að það ekki að taka grafið út. Ok. Ég tek út sem sagt þetta hérna efnahvarf og þennan hérna efsta hluta. Og þegar ef við ætlum bara að skoða núna, hver er hraðinn þá á eyðingu milli hraði, meðalhraði á milli 0 til 20 sekúndna. Þá getum við notað þessa jöfnu að það er mínus fyrir framan. Síðan segjum við þá að ef við erum að tala svona stök þar sem að þetta hérna er x-ás og þetta er y-ás, þá er reglan alltaf þannig að þetta er y2 mínus y1 deilt með x2 mínus x1. Og svo höldum við mínusnum og nú er það náttúrulega alltaf þannig að þetta hérna gildir lægri en þetta. Þannig að við fáum mínustölu út úr þessum hérna hraða. Þannig að hérna myndum við þá fá 0,54 mínus 1 og þetta er mólar deilt með 20 sekúndur mínus 0 sekúndur. Sem að gefur okkur mínus og þá erum við með mínus hérna, segjum mínus hérna 0,46 mólar deilt með 20 sekúndur og síðan auðvitað fara þá þessir hérna mínusur út hvor á öðrum. Þannig að þýðir hraði einingarinnar það er mínusskildi, hraði efnahvarfsins er plússkildi. Þannig að hérna fáum við út 2,3 sinnum 10 í veldinu mínus öðru mólar á sekúndu. Þetta væri þá meðalhraðinn hérna á milli. Og meðalhraðinn fyrir þá hérna myndun á hérna myndefninu, það myndi þá vera fundið á sama hátt. Hérna væri við þá með plús og síðan myndum við skoða þessi sömu gildi nema nú erum við með 0,46 mínus 0. Deilt með 20 mínus 0 hérna sekúndur. Þetta gefur okkur sama hraða, 2,3 sem 10 veldinu mínus öðru mólar á sekúndu. Og það sem við erum að gera í þessu hérna er að við erum að skoða línur hérna á milli þessara hérna tveggja punkta. Höfum hana til dæmis rauða. Við erum að skoða línu sem að sker þessa punkta sem við ætlum að finna meðalhraðan á og meðalhraðinn, hann er þá hallatala þessara línu. Við getum sagt að hallatala er sama sem delta x deilt með, delta y deilt með delta x. Og sama, og svo værum við með sömu hallatölu en hún hefði bara annað formerki milli þessara hérna tveggja punkta. Þetta er hérna aðferðin til þess að finna meðalhraða og ég tek dæmi á eftir þar sem að við finnum meðalhraða á milli þá nokkurra gilda. Ef við hins vegar erum að finna augnablikshraða, þá erum við með nákvæmlega sömu jöfnu. En ég ætla að teikna núna þetta graf upp aðeins hérna, aðeins skýrar. Höldum þessu. Nú ætla ég að taka hérna bara örlítið hluta af hérna grafinu, þar sem að við erum að skoða þennan hérna punkt og þennan punkt. Þar sem að við erum hérna með t er sama sem 0 og hérna erum við með t er sama sem 20 sekúndur. Og við viljum vita hérna þegar við erum að tala hérna
Já, ég ætla nú kannski að setja svona strik hérna. Við erum að tala hérna augnablikshraða, en hérna hins vegar erum við að finna meðalhraða. Og ég ætla að hafa hérna þetta strik til að sýna það. Þegar við erum komin hins vegar yfir í augnablikshraða, þá erum við ekki lengur að tala línu á milli tveggja punkta eins og við gerðum þá, heldur erum við að tala snertil sem að sker grafið. Þannig ef ég vil vita hver hraðinn í upphafi, þá geri ég línu sem væntanlega væri nú með hérna hjálptölvu, þar sem við erum að skoða þennan eina punkt, þar sem að það sker þá hérna grafið. Og síðan erum við komin hérna í 20 og þá erum við með einhvern snertir hérna sem að snertir þá þennan punkt og hérna þá hallatalan allt önnur. Hérna getum við sagt að augnablikshraði, það þá sama og breytingin, það hallatalan á snertlinum og það líka sama sem breytingin þá að styrk á hérna tímaeiningu, en það bara í þessum punkti, ekkert á milli tveggja punkta. Þannig getur sagt að hraði sama sem, og hérna erum við með hallatölu sem neikvæð. Svo við setjum hérna mínus hérna, að þegar við vitum að svo kemur mínusin líka inn, sem væri þá munurinn á delta A, delta T. Þannig að þetta fundið á nákvæmlega sama hátt. Annars erum við bara að tala línu á milli tveggja punkta, það meðalhraðinn. Hins vegar erum við að tala línu eða snertil sem að sker punktin á ferlinum og það væri þá augnablikshraði. Og hérna þegar við erum komin niður í þetta, þá þetta í rauninu orðið sem sagt eins og bara diffra. Þá það bara breytingin á delta A og delta T, þar sem að þetta delta orðið svona agnarlítið. Og hérna það sem að maður myndi þá þurfa að gera til þess að finna hallatölur á þessu hérna, þá þarf maður að fara út í það að finna hallatölu snertilsins, ekki sem sagt hallatölu línur á milli punktana, þannig að við getum ekki tekið gildin beint hérna úr og valið einhverja 2 punkta, heldur erum við bara með þessa hérna hallatölu og við þurfum síðan að gera þá þrívirkning úr þessu. Það sama hversu stór hann maður velur það bara sjálfur. Það sem að við erum með hérna delta y sem auðvitað bara sama og delta styrkurinn af A og hérna erum við með delta T sem sama og delta x sem sama sem delta T. Og delta x vist bara skrifað svona. Þannig að hérna erum við með nákvæmlega sömu jöfnu nema við erum að finna hallatölu hérna snertils í staðan fyrir hallatölu línu á milli tveggja punkta. Og þetta skýrir sig eflaust betur, ég ætla að fara í dæmi á eftir sem til að sýna betur hvernig þetta hugsað. En ég ætla að byrja samt á því að fara í gegnum hvernig við finnum eða svona jöfnu fyrir hraða þegar við erum aðeins með flóknari efnahvörf heldur en A plus B verður C, þar sem stuðullinn alltaf 1. Ég ætla að byrja núna á því að stróka þetta út. En áður en ég byrja á nýju efni þá ætla ég bara að taka saman að meðalhraði það hvað má segja að það sé hallatala línu milli tveggja mæligilda. Og þá erum við með að þetta v sama sem við segjum fyrir hvarvetni mínus delta
A deilt með delta T og við erum að tala ef að við erum hérna með feril, þá erum við hérna með 2 punkta og við erum að skoða hver hallatala línunar. Og það væri þá þessi hérna hallatala. Síðan erum við að tala hérna augnablikshraða. Og það myndi þá vera, þetta áttur að vera ekki hallalínu, heldur hallatalalínu. Hallatalalínu milli 2 mæligilda. Augnablikshraði þá hallatala snertils sem sker línuna í einum punkti. Og hérna værum við þá aftur með hérna svona graf. Hérna þá þessi punktur sem við höfum áhuga á. Og síðan myndum við taka eftir bestu samvisku snertil sem að sker þennan punkt. Og auðvitað það sem sagt mjög hvað segjum við, einstaklingsbundið, hvort að línan meira svona eða svona. Auðvitað væri þetta best ef það væri eitthvað tölva sem myndi sjá þetta. En hérna værum við þá að tala að augnablikshraðinn sami og hallatala þessa hérna. Þessara línu. En það ágætt dæmi þetta sem ég fer í á eftir. Þegar ég er búin að koma þessu frá mér, þá ætla ég að taka heildarjöfnu fyrir það hvernig þessi hraði fundinn og byrja þá á því að skoða efnahvarf sem flóknara. Og þetta hérna undirkafli í bókinni sem heitir sem sagt hraði og hlutfallareikningur. Við getum sagt sem sagt að kaflinn við erum ennþá í kafla 14.2, en þetta hraði og hlutfallareikningur. Hérna erum við komin yfir í efnahvörf. Eins og til dæmis þetta hvarf sem þið hafið séð mikið af í gegnum mánuðina núna. Myndun ammoníaks. 2NH3G. Hérna erum við komin með svolítið flóknari dæmi. Við erum ekki lengur með 1 á móti 1 á móti 1, heldur erum við hérna með 1 á móti 3 á móti 2. Og hraði efnahvarfs, hann miðast alltaf við þennan eina. Alveg eins og við töluðum þarna í leysnimarkveldinu, að leysni, hún alltaf þetta X og svo hvort sem að jónirnar sem að leysast upp eru 2X eða 3X eða hvernig það en þá alltaf, og það að sama með hraða, að hann miðast alltaf við einhvern veginn 1 mól, óháð því hverju stuðlarnir eru fyrir framan. Þannig að við sagt að eða maður sér það út frá efnahvarfinu þegar 1N2 að hvarfast við 3H2, að H2 hlýtur að eyðast 3 sinnum hraðar heldur en N2. Og ammóníak myndast 3 sinnum hraðar heldur en N2. Það þýðir það að hraði efnahvarfs, við getum alltaf fundið hann út frá þessum hvarfefnum og myndefnum ef við vitum hverju stuðlarnir eru. En við þurfum hins vegar alltaf að fá sama hraðan og ég ætla fyrst að skrifa almennu jöfnuna. Og hún sú að fyrir efnahvarf þess sem við erum með A, sem þýðir
Þetta gæti verið A gæti verið 1 og stóra A gæti verið N2. Þetta bara stöðull fyrir framan efni. Og BB, þetta eru þá hvarfefnin. Gef okkur litla C, það myndast svona mikið, þetta gæti þá verið 2 NH3 plús síðan eitthvað sem er ekki til staðar í efra dæminu, DD. Og hraði efnahvarsins, hann jafn eyðingu hvarfefna, þannig að það alltaf eyðingin sem gefur okkur mínus þá fyrir framan hraða eyðingar. En hins vegar verðum við að segja að við deilum með A í hraðan. Þannig að ef A 2, þá eyðing þessa hvarfefnis 2 sinnum hraðari heldur en hvarfhraðinn Og fyrir vikið þá deilum við með þessu í, þá deilum við með 2 og þá hvarfhraðinn sá sami. Og þetta þá breytingin á A deilt með breytingin á T. Þetta sama og mínus 1 á móti B sinnum breytingin á B á móti tímaeiningu. Og svo erum við komin yfir í myndefnin, þannig að þá erum við komin plús 1 á móti C. Það þá myndun á myndefni, þannig að það plús. Og að lokum 1 á móti plús, af því að við fylgja 1 á móti D, delta D, delta T. Þetta almennar jafnan. En það mjög oft þægilegra að sjá þetta með einhverjum gildum. Þannig að fyrir þetta efnahvarf, þá myndi það gilda að hraði efnahvarsins í einhverjum ákveðnum tímapunkti jafn hraða eyðingar á N2. Af því að við erum bara með 1 þar fyrir framan. Þannig að efnahvarfið gengur jafn hratt eins og hvarfefnið nitur eyðist. Hins vegar hraði eyðingar á H2 3 sinnum meiri heldur en á N2. Þannig að við verðum að segja því hraðinn náttúrulega, hann alltaf svo sami, að þá myndum við segja, ok, deilt með 3, þá erum við komið sama hraðan. Þetta væri þá hraði eyðingar af vetni, en svo deilum við það með 3 til þess að fá hraða þá efnahvarsins. Og mínus fyrir framan af því að hraði eyðingar mínusgildi. Þannig að við fáum alltaf út úr þessu, fáum við alltaf mínusgildi. Þannig að mínus gefur plús, að því hraðinn alltaf plúsgildi. Og síðan myndum við segja að það það sama sem plús og þá það hálfur. Breytingin á NH3 deilt með delta T. Þetta gefur okkur hvernig hvarfhraði fundinn út frá mismunandi styrk breytingum á hvarf og myndefnum. En þetta gefur okkur líka sambandið á milli hraða eyðingar á nitri og hraða eyðingar á vetni eða myndunar á ammoníaki. Þannig að þetta hér notað til þess að spyrja, ok, nú nú hraði eyðingar af vetni þessi, hvað N2 að eyðast hratt? Hvað ammoníak að myndast hratt og hver hraði efnahvarsins á þessum nákvæmlega sama tímapunkti? Já. Þannig að ég ætla að taka dæmi þetta. Áður en ég fer svo í dæmi þarna með upphafshraða og meðalhraða. Þegar við erum búin að fara í þetta, þá getum við tekið sýnidæmi 14.3.
við með spurninguna, við erum með efnahvarfið að eyðing ósons O3, hún sem sagt þessi þegar súrefni myndast, að stillt efnahvarf að 2 ósonsameindir brotna niður í 3 súrefnissameindir. Og það spurt hérna í þessu dæmi, í fyrsta lagi finndu samband, finndu sem sagt hraða eyðingar á ósoni miðað við hraða myndunar á súrefni. Finndu hraða eyðingar á ósoni miðað við hraða myndunar á súrefni. Og hérna getum við farið beint að setja inn í svona jöfnu. Getum bara sagt að tek hérna bara vatnið með, segi að hraði er sama sem, og þá erum við hérna með 2 óson, og það er hvarfefni, þannig að það er þá deilt með 2, mínus hálfur, sinnum breytingin, eða O3, deilt með delta T. Þetta er ein aðferð til þess að finna hraðan, og þetta verður pluss 1/3 aukning á O2 á móti delta T. Og þá getum við bara sagt að það sem þetta hérna er hraði eyðingar. Þetta hérna er hraði myndunar. En ef við ætlum að einangra hraða einingar, þá þurfum við bara að færa þennan mínus hálfa hérna yfir jafnaðarmerkið. Þannig þá getum við sagt hérna, ef við ætlum að láta þetta standa eftir, að hraði eyðingarinnar, sem að myndi alltaf vera eitthvað mínusskildi hvort eð er, delta T er sama sem, og hérna kemur þá mínusinn yfir, 2 fyrir ofanstrik, mínus 2/3 breytingin á O2 á tímaeiningu. Og hérna ætla ég að leggja áherslu á það að þið skuluð ekki vera eitthvað að taka sundur delta O og delta T. Þetta er bara svona eining sem er saman, sem er þá hraðinn. Þetta hérna væri þá svarið í lið A, svo kemur liður B og þá er gefin upp hraði fyrir myndun O2. Og það er þá finndu hraða eyðingar ósons Þetta væri sem sagt þá, þetta hérna gildi, delta O3, delta T, ef hérna hraði myndunar, ef okkur er gefið það að hraði myndunar á O2 á einhverjum ákveðnu tímapunkti er sama sem 6,0 sem 10 veldinu mínus 5 mólar á sekúndu. Og þá erum við með þessa hérna jöfnu. Við erum með þetta hérna gildi gefið. Við þurfum bara að margfalda þetta með mínus 2/3. Þarna þá segjum við bara að svarið er það að delta O3 deilt með delta T, og við erum að nota þessa hérna jöfnu, er sama sem mínus 2/3 sinnum þetta gildi, 6,0 sem 10 veldinu mínus 5. Og þetta gefur okkur þá mínus 4,0 sem 10 veldinu mínus 5 mólar á sekúndu. Þetta er þá hraði eyðingar, að óson er eðlilega að eyðast hægar heldur
og súrefni að myndast hraðar út af þessum stuðlum fyrir framan. Svo ágætt að bæta við hérna einum lið C og það finndu hraðan. Í þessum punkti. Kannski óhætt bara að taka þetta hérna burt. Í þessum punkti. Og hérna erum við til dæmis með sambandið á milli hraða og eyðingarhraða. Svarið væri að V sama sem -hálfur, svo tökum við gildi sem við höfum fyrir eyðingu súrefnis, eyðingu ósons, sem þá hérna -4,0 sem 10 veldinu -5 mólar á sekúndu. Og þetta auðvitað líka sama sem plús 1/3 sinnum þá hraði myndunar. 6,0 sinnum 10 veldinu -5. Og þetta hérna gefur okkur að þetta sama sem 2,0 sinnum 10 veldinu -5 mólar á sekúndu. Það væri hraði efnahvarsins. Við erum sem sagt með stuðlana 2 og 3 í efnajöfnunni, en við höfum bara hraði efnahvarsins miðast alltaf við 1, hvort sem það þá til staðar eða ekki. Við þetta að verða, þetta 42 mínútur. Ég held að þetta sé nógur skammtur í bili og ég verði þá frekar með sérvídeó þar sem ég fer með í gegnum dæmi fyrir hérna meðalhraða og augnablикshraða. Takk fyrir.